Held ég Harmageddon með okkur hér á þriðjudags eftirmiðdegi og hann kominn til okkar Björn Valur Gíslason frá Vinstri grænum. Vertu velkominn Björn. Takk fyrir. Við ætlum að fá að ræða hérna við þig kvótamálin, fiskveiði stjórnunarkerfið okkar sem er núna í einhvers konar endurskoðun. Það sagði í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar að það var skýrt kveðið á að þetta innkalla aflaheimildir og átti það að gerast 1. september síðastliðinn. En við vitum að það ekkert gerst. Það var sett á einhver sáttanemnd og getur útskýrt fyrir okkur, hvað liggur þetta mál núna? Já, það kom fram í sáttmála ríkisstjórnarflokkana það ætti að endurskoða lög um stjórn fiskveiða. Og innkalla aflaheimildir. Já, og það ætti að hafa þetta samráð og við helstu hagsmunaaðili í sjávarútvegi. Það er svo sem erfitt að átta sig á hverjir eru helstu hagsmunaaðilar. Er það bara sjómenn eða er það verslunarmaðurinn sem selur kostinn í skipin eða kallinn sem dælir olíunni eða löndunarmaðurinn skilur. Þetta er mjög erfitt að höndla þetta, það er svo margir sem hafa hagsmuni. Og þjóðin öll. Og þjóðin öll að sjálfsögur. Og engin þjóð held ég hafi jafn mikla hagsmuni að fiskveiðum hérna á þessum heimsluta eins og Íslendingar. En það var sem sagt samþykkt að gera þetta, að endurskoða lög um stjórn fiskveiða í samráði við hagsmunaaðila í sjávarútvegi með það að markmiði að innkalla aflaheimildir og úthlutaði með öðrum hætti. Til að fara í þá vinnu þá var skipuð sérstakur hópur, mjög fjölmennur hópur, allavega ekki verið 20 manns sem voru þetta borðum tíma, en mest var. Það gengið undir nafninu sáttanefndin eða sáttahópurinn. Og hún var falið í fyrsta lagi að reyna að átta sig á því hvað er verið að deila í sjávarútvegi, hvað snýst deilan og kvótakerfi. Þessi hópur sáttanefndin er skipaður af bara útgerðarmönnum og... Nei, byttu fyrir þeir Fyrsta lagi skipuðu stjórnarflokkarnir hvorum sig 2 þingmenn. Og ég og Lilja Rafney Magnúsdóttir og Vinstri grænum, Svanfríður Jónasdóttir og Guðbjartur Hannesson úr Samfylkingunni. Svanfríður Jónasdóttir er bæjarstjóri á Dalvík og fyrirverandi þingmaður. Síðan voru í þessu hópi fulltrúar frá LÍÚ, Landssambandi smábátaeigenda, stéttarfélögum sjómanna, það sé að Sjómannafélagi Íslands, Skipstjórafélagi Íslands, Vélstjórafélaginu. Þarna voru fulltrúar frá sveitarfélögum, fiskframleiðendum, fiskútflytjendum og svo framvegis og fulltrúar alla stjórnmálaflokkana. Þetta er mjög breiður hópur. En okkur var semst ætlað það að reyna að greina deilunum sjávarútveginn, finna hvað ágreiningspunktarnir eru og leggja fram tillögur til úrbóta að sanngjarnara kerfi. En þið búin að finna, hvað er verið að deila? Já, langt síðan ég komst að ég starfaði í sjávarútvegi í 35 ár. Byrjaði að vinna bara sem lengum að byrjaði að vinna Norður Ólafsvík sem ég var fæddur alinn upp, bæði á Bryggjónum og í Salthúsunum með skóla og fleira. En ég byrjaði á sjó 1975 og þá 14 ára gamall og var þar þangað til í 2009 þegar ég fór á þing. Þannig ég þekki þetta ágætlega og bara eins og þeir sem starfa í sínum faggreinum þeir skynja hvernig hlutirnir eru og vita það. Það er deilt aðalögum tvend í sjávarútvegi. Það er í fyrsta lagi hver á þessar heimildir, hver á fiskinu sjónum skulum við bara segja. Það er deila. Þeir sem hafa fengið réttin til að veiða í þessi 20-25 ár sem kerfið er búið að vera, þeir segja við eigum þennan rétt. Það er komið bara sá tími á þetta. Við erum búin að hafa hann rétt svo lengi að við eigum þennan rétt. Það er ekki hægt að taka hann á okkur bótalaust, segja menn. Sumir eru að taka undir þetta með þessi lögmenn sem segja þetta átti til í þessu hjá þeim. Já, hvað finnst þér þetta? Ég er ósammála. En það er að vaksa, það er að fjölga samt í þeim hópi, skiljiði, sem segir þetta er búið að standa svo lengi yfir, það er ekki hægt að taka þennan réttamönnum, þeir hafa verið að vinna samkvæmt gildandi lögum hverju sinni, þeir eru ekki brotið lög, þeir hafa haft regluverki með sér til að gera það sem voru að gera, selja hvorum heimildir og veðsetja skip og heimildir og svo framvegis, fram og tilbaka. Það var ekkert ólöglegt við það. Þess vegna getur við ekki tekið þetta að þeim í einu lagi og hitt sem við deiltum. Er enginn að tala um að taka þetta í einu lagi, er ekki? Ég meina bótalust, það sem ég meina, það er fjölgað í þessum hópi og þess vegna þarf að breyta þessu, því að eftir því sem að lengist í þessu, þeim mun þyngri og meira vægi fá þessi rök í málinu, þess vegna þurfum við einhvern veginn að stoppa. Hitt sem deilt það er fyrir utan eignarhaldi, hvernig má fara með þennan rétt, má veðsetjan, má seljan, má nýta þessa veiðiheimildir. Ef þið erum með útgerð að þið fáið 100 tonn til að veiða,
þá skilningur löggjafans eða skilningur alþingis stjórnvalda þá að þið eigi að veiða hann en ekki að nýta hann með öðrum hætti en það ekki sem bannar ykkur að selja mér hann var það markmiðið með þessu, þetta réttlátt þetta það sem hefur til dæmis klofið heilu samfélaginu út á landi það sem að menn hafa selt aflaheimildirnar fénýttar en það var aldrei markmiðið með þessu það var aldrei tilgangur, deilan eignarhaldið og meðferðina á þessu í grunninn við erum öll sammála svona stæstu atriðin við ætlum að nýta þessa auðlind með sjálfbærum hætti reyna að koma að henn á morgun í ekki vera ástandeldur skiljum en það segðast þannig Björn að þessi sjávarútvegs herrar margir hverjir þeir kvótaeigendur LÍÚ að þeir vilja ekkit meina að þeir séu með kvótan á leigu eða neitt svoleiðis og hafa verið útlitað þessu þeir vilja meina núna að þeir eigi fiskinn í sjón Já, þeir vilja margir hverjir meina það að það sé ekki hægt að taka þessa hlutdeild í afla Já, bara þeir eigi bara þennan fisk. Það alveg hárrétt þess vegna verðum við að klippa á þetta núna og það það sem við erum að leggja til að vera gert. Í fyrsta lagi, og það var algjör samstaða það í þessum hópi okkar fyrir utan Landssamband íslenskra útvegsmanna sem að lagðist gegn þeirri áherslu og þeim tillögum okkar að það bundið í stjórnarskrá og þetta fiskistofnarnir við landi var í sameign íslensku þjóðarinnar. Og þetta raun og veru ekki sem að menni að semjum þetta bara eðlilegt atriði skiljið, þetta bara eins og orkan úr yðrum jarðar eða fallvötnin og þetta ekki samningsatriði raun og veru Þú ert sammála því að þetta á bara að vera svona að sjálfsögðu, þetta var að hafi allan vafa, við höfum ekki þurfa að semja það hvorki við sjómenn eða útgerðarmenn eða fiskverkendur hvort við eigum að gera þetta ekki En starfshópunum þinn, þessi sáttanefnd segir í megin niðurstöðum hópsins meiri hluti starfshópsins telur rétt að gerði verið samningar nýtingu aflaheimilda og þannig gengi formlega frá því að auðlindinni sé ráðstafað af ríkinu gegn gjaldi og að eignarréttur ríkisins sé skýr Samningar skulu meðal annars fela í sér ákvæði réttindi og skyldu samningsaðila kröfur til þeirra sem fá slíka samninga tímalengd og framlengingu samninga, gjaldtöku aðilaskipti, ráðstöfun aflahlutdeilda sem ekki eru nýttar meðferð sjávarafla og fleira. Hver breytingin það segir náttúrulega því að auðlindinni sé ráðstafað af ríkinu gegn gjaldi og eignarréttur ríkisins sé skýr. Þetta breytingin sem að hluta til, okkar tillögur og niðurstaða hópsins fyrir að það var allir sammála það nema tveir aðilar, fulltrúar hreyfingarinnar og fulltrúar fiskframleiðanda án útgerðar eitthvað svoleiðis og útflytjandi og SFU það skamstafa. Í fyrsta lagi að þá segjum við erum með aflaheimildir sem bara gefa okkur 100.000 tonna þorski, það einfalda máli. Það verið ákveðið útlut að það megi veiða 100.000 tonna þorski á næsta ári. Og þá hugmyndin þessi, tökum ákveðin hluta af því strax frá, áður fyrir að skipta þessu, tökum frá, segjum bara 50%, segjum bara 5.000 tonn til að hafa einhverja tölu, tökum það frá og segjum þessi tonn ætlum við að nota í það sem svona byggða og félagslega tengda aðgerða til að bregðast við áföll til dæmis líkt á því sem er að gerast á Flateyri núna og hefur gerst all land Það það ekki gert með einhverjum svona byggðakvóta í dag? Jú, en ekki með þeim hætti sem við erum að leggja til að verði gert. Við erum að nota það til að stýra veiðum eins og inn á umhverfisvænni veiða, til dæmis línu og fleira nota hluthafi til dæmis á einhvern tilboðsmarka þar sem að kvóta litalega kvóta lausar útgerðir geta komið inn og þið getur komið með báta því segjum við þetta er að ná í eitthvað að leigja eitthvað og koma þess að stað. Hinn hlutin sem þá eftir honum verði deilt út samkvæmt í raun og veru þessu aflamarkskerfi eða aflahlutdeildarkerfi sem gert í dag. Það sem þeir hafa forgang þeir sem eru fyrir í greinni það eðlilegt, það í flestum tilfellum fyrirtæki og einstaklingar og sjómenn og útgerðarmenn sem hafa svona rutt brautina, þróað veiðarfæri, eru með búnaðinn, eru með skipin, eru með allt sitt undir. Það ekkert réttlæti í því sjálfu sér að kippa því öll tilbaka og segja vesku því nú bara eru þið bara Nei, þú ert saman á því. Ég er saman á því, þannig að fyrir það verið gert, í fyrsta leið greitt gjald, það verið tiltekið til hvers langs tíma slíku samningun í orkunni til þess að vera að gera samningu til 65 ára sem allt á land skilji, það er að tala að færa það kannski neyri 30-35 ár en hvað það, hvers að svo tími hann þarf að vera tími sem í fyrsta lagi að þeir sem í þessu tilfelli að gera út að þeir sjá eitthvað fram í tíma þeir geti
endurnýja skipi síni, geta farið með þennan samningin í banka og sagt sjáu við hérna, vil ég lána mér út á þetta að ég hef hérna afgangað þessari auðlind svona mikið í þetta mörg ár hvað getið þið lána mér út þetta skilji og rekið svo framvegis í samninguna þá líka kveðum það hvernig við ætlum að nýta þennan fisk, ætlum við að flytja hann út ætlum við að vinna hér heima, ætlum við að frysta hann út á sjó Sagt, margt í þessu og sömulegis með framsali sem að því það verður umdeilt framsali sem slíkt það ekki í eðli sínu það sko vond eða það versta heldur hvernig það framkvæmt það eðlilegt ef þið tveir hérna með sitthvor útgjörðina annar ykkar með mikið af karfa og lítið af ísu hinn með mikið af þorski og lítið af karfa að þið reynið að skipta þessu á milli því þið ætla að sérhæfa einhverju þú ert með stærra skip og þú meiri möguleika við að karfa heldur en hinn og svo framvegis en þessi skipti fari í gegnum opinberan aðila, eiganda auðlindarinnar, þannig að menn sé ekki að fjernýta þetta. En Björn, þyrfti ekki að vera einhver löggjöf líka um það sko að þeir sem fá útlötu þessum kvóta og þessum sjávarútu sko að þeir hérna séu ekki að veðsetja til dæmis þennan kvóta í eitthvað enga flip sko að nú hafa menn verið að veðsetja auðlindirnar til þess að stofna fyrirtæki sem eru algjörlega ótengt sjávarútu og maður velti fyrir sér, þú veist, er það eðlilegt? Alls ekki sko og það í lögum, núgildandi lögum stjórn fiskveiða óheimilt að veðsetja aflaheimildir en það hægt að komast auðvitað framhjá því að menn vilja réttir sem hvað annað þið veitir hvernig það gert sko. Já, sérstaklega þessu bankakerfi sem við lifum við. Já, þú veist hvernig, þið veitir hvernig það gert, þetta mjög auðvelt sko, þú átt skip, virði skipsins ekkit bara ekkit í þessu sambandi svo framalega sem ef enga veiðiheimildir á skipinu, þá skipinu ánast ekki svirði. En ef þú ert með veiðiheimildarskipinu, þetta getur áratuga gamalt skip með 1000 tonna fiski og þú fer í bankana og segir viljið lána mér 100 milljónir, ég þarf að fara í smá business hérna og gera eitthvað og ég býð ykkur þetta skipa veði. Ok, segir bankin, við skulum taka veði í skipinu en þá selur ekkert á kvótanniðinu. Það bundið í veðinu. Þannig ertu búin að veðsetja kvótan óbeint sko, þannig þetta gert og þetta var aldrei markmiði heldur sko. En það margt sko, það ekki að segja að kvótakerfið á Íslandi sé alls slæmt, þú veist, það hefur alveg fært okkur mikið að tekjum hana og þið eru ekki að tala um að umbylta kvótakerfinu sé slíku, en eru þið að tala um til dæmis að það eru 100.000 tonna kvóta sem við notum þetta sér tölu, þú veist, og þið taki 15.000 frá og útlötið í eitthvað annað þá ekki verið að skerða, þú veist, tekjumöguleika þeirra sem fyrir í greinni? Það verið að skerða tekjumöguleika þeirra sem fyrir í greininu með þessum hætti ef þetta verður stórt hlutfall sko. En ég held að séu hins vegar allir sammála það, bæði stórútgerðir sem smárútgerðir að við getum ekkert hnoða svona áfram lengur með þetta mál, það verið allir einhvern veginn að gefa pínu eftir sko. Við hefðum ekki þurft að fara í þessa vinnu stjórnarflokkandi, við erum með þingmeirihluta, við geta keyrt bara hvaða mál sem var í gegn. Já, þið vildu gera sátum þetta. En við vildum vildum leggja þetta á okkur, það þýðir það þegar við margir setjast við eitt borð og ætla sér á okkur að samkomulagi, að slaka allir einhvers staðar á, sko, það nægir aldrei öllu sínu fram, sko. En LÍÚ verðist ekki allar slaka neitt á? Þeir hafa slaka, þeir fóru frá borðinu í helmingina tímanu sko. Þeir eiga lítinn í fúsi sko. Þeir eiga í sjálf og sér lítinn þátt í þessu hér sko. Og ef við hugsum okkur bara vandi þetta, því það alltaf verið að stilla þessu upp sem sko LÍÚ og hinnum, þjóðin og LÍÚ. Það ósyngjart, þetta fyrst af þetta mínum huga þetta sko pólitík, þetta hugmyndafræði. Kemur LÍÚ eða Landssambands smábátaeigenda bara ekkert við sko. Heldur hvernig við ætlum að nýta okkar auðlindir. Og varðandi þessa niðurstöðu í sáttanefndinni, góðu, þá segja margir, það nú pínu grunnsæðilegt þegar finnst að LÍÚ sammálausu, við erum á hljóttöðu rangir braut sko. Allt í fína segja, tökum allt út úr skýslunum það sem að Landssambands íslenska útvegsmanna kemur fyrir sko. Bara allt, bara þurrkum að bara díli það og allt drasli sko. En hverju eru þá eftir? Það allir hinnir. Tökum þá bara sjálfstæðarflokkir út, það áttu fulltrúa, hendum honum út líka, tökum fiskframleiðendur, það íhaldsmaður sem var það líka, hendum honum út, þá stöndum við eftir með öll stéttarfélög sjómanna, Sjómannafélag Íslands, Skipstjórafélag Íslands, Vélstjórafélagið, ASÍ, samtök fiskverkafólks
og ætla það þá að vera okkar hlutverk að segja nei, heyrðu, við bara tökum ekkert mark á þessu. En segðu mér eitt, með þessari sáttanefndar tillögu, hver er raunverulega ávinningur sko þjóðarinnar og fólksins í landinu? Ávinningur þjóðarinnar er fyrst og fremst á að þjóðin fær halda á málinu, hún er orðin eigandi þessa auðlindar. Já, en verður eitthvað meira auðlindagjald heldur en þetta málamyndunargjald sem er núna sem hefur ekkert vægi í stóru myndinni? Í öðru lagi er gjald fyrir afnotaréttinn sem þú greiðir þá hverju ári, hugmyndin er ekki svo að þú fáir nýtingarétt í 20 ára og borgir milljón fyrir það. Sko. Greiður hverju ári, það er alltaf að endur sko þetta. Þú greiðir auðlindagjald á hverju ári sem auðvitað tekur þá bæði mið af þeim rétti sem menn er að fá þarna og hlýtur að vera afkomi út, ég bendi á að við erum að taka að gjalda af álverum til dæmis, það er bundið við álverð að hluta til sko, orkan, mjög lágt reyndar og skammalega lágt, en það er þó bundið svona við afkomi fyrirtækjana og sölu verði álsins í þessu tilfelli, það er ekkert ólíklegt að hafa verið gert fæðin einhver svona svipu leið í þessu. En er það ekki bara eitthvað 0% af rassi sem að... Nei, sko markmið okkar í þessari vinnu var ekkert endilega að finna hvað getum við náðu miklu peningum út úr útgerðinni, við ræddum það svakalega lítið, við vorum fyrst og fremst að ræða stjórnina á fiskveiðunum, en það var allir sammála það yrði auðvitað að greiða. Já, það var allir sammála það og ég held að ég geti fullir það að meiri segja stærri útgerðin í landinu sem er svona hörðust gegn öllum breytingum hefur verið það, að þeir viðurkenna það, menn horfast bara í augu við staðreyndir og segja að þetta er ekkit, við getum ekki haldið þess áfram, þetta er ekki fullkomlega réttlátt, það var ránd gefið upphæfi, það viðurkenna það allir núna, það var ránd, við byrjum að gera vitleysur, þessu upphæfi, þegar svo var skipt 1984 á sínum tíma, það var ránd gefið, það var vitleys gefið. En við ráðum ekki við það lengur, sko. Við erum bara hér í dag og við erum einhvern veginn að... Það var eitthvað vitt og skifið með þann tíma, var ekki þau skip sem hafðu 3-4 ára reynslu þá, fengu útlutið eftir því? Jú, en hvað segir... Var ekki síðan bara framsalið sem að koma okkur í þennan skýt? Jú, og í framhaldinu því, en hvað segir 3 ára reynsla skipa, til dæmis að þeim tíma, það sem voru lítið stór skip, þetta voru vertíðabátar, smái bátar, það sem að hrun á vertíðum á einu landsvæðinu, eins og var í þessu tilfelli fyrir norðan, það sem á norðlenskip fengu lítinn hluta aflans á meðan það var blúsandi vertíð hér fyrir sunnan. Ef það hefði farið lengra aftur í tíma þá þetta verið skilji, strax í upphæði var þetta gert rátt og ekki bara það, heldur var það líka rátt og það er eitt hluta af þessum samningu sem við erum að velta fyrir okkur. Er eitthvað athugavert við það að fleiri heldur en eigendur útgerða fái aðild nýtingar eftir þessar auðlind? Hvað með fiskverkendur? Hvað með sveitafélög? En þegar maður veldi samt fyrir sig sko, hvað með sveitafélög, þú nefnir hann þessi dæmi, þú veist, það er náttúrulega þannig að við búum alveg mjög skrítið kerfi með þessi framsælrétti til að þú veist, á sínu tíma kom þannig og tilboð á borðið það sem næstu við var hægt að kaupa 70% af öllu kvóta í Vestmannaheim sko, þar hefði nú verið möguleiki að byggð þegar bara lagst þar af eins og á Flateyri, en því var nú hafnað því tilboði, en maður horfir satt að það sko á ríkið, þú talar um að byggða kvóta, þú veist, og það er svona ákveði stór sjávarpláss, jú, sem maður skilur og annað, en þú veist, síðan erum við að tala um minni bæ, við erum að tala um eins og Flateyri, þú veist, er hagkvæmt að vera að reka útgerð þann, þú veist. Það er líklega hvergi hagkvæmar að reka útgerð og svona minni bátum og til að stunda botnfiskveiðar heldur á Vestfjörðum, það er bara miðin eru bara í bæjarinn, það er bara inn á fjörðum, sko, skilji, þetta er svona mesta matakista í landinu hér. En samt fyrir þetta samt fór að ítla þarna, já. Hvernig er þetta bara mögulegt? Það er til ýmsa skýringar því, að menn telli sig á ýmsa skýringar því, Vestfjörðingar voru kannski ansnúnar þessu allra manna í upphafi sko, bara þú veist hartgerð kvótakerfin og er það ekki nokkuð einfalt að þarna leituðu bara að vera með sko, seldu burtu kvóti og svo gerist það bara og þetta hefur gerst á Bólingu, þetta hefur gerst á Flateyri, þetta hefur gerst út allan, Grímsey og svo framvegis og við erum nú þegar búin að gera breytingar og lögum í stjórnfiska, núgildandi lögum og það er tekið á því í skýrslunum okkar líka þegar að sala á heimildum fyrirsjánlegt að hefur gríðarlega afleiðingar fyrir það samfélag sem þarna þá er þetta að stoppa það af. Björn, það er kvartæðu því að þessar tillögur sáttnefndar séu bara status quo raun og veru og það séu allt og lítil breytingi þessu. Síðan er annað, þú sagðir hann alltaf sjómennskan er þitt ævistarf, þú búin að vera síðan þú var 14 ára gamall og þú ætla vantarlega ekki að vera atvinnupólitíkus lengi, þú ferð aftur
Nú þarf þú að við erum á útskýra móti atvinnupólitík. Nú vil ég, þú allir talar ekki svona undir heilu rós. menn hugsa ekki svona. Menn að fara í stjórnmál til að hafa áhrif í stjórnum tíma, svo snúa menn aftur til sinna starfa, sem þú gerir væntanlega, sem stærsta útgerðarfélag Akureyrar Brim. Ertu ekki bara að ganga í erinda þinna atvinnurekenda sem kannski eðlilegt? Akkur ætti ég að gera það? Vegna þess að þetta þitt ævistarf, það sjómennskan. Ég hættur á sjó, sko. Ég var hjá fyrirtækið þetta Rammi einu sinni, sko. Ég var hjá með eigin útgerð einu sinni. Já, en þú veist að þú þarft að snúa aftur á sjómennskunni. Þú fórst með þér sjá sjó bara. Ég ætla ekki að fara að sjó aftur. Þú fórst á sjónuna bara á síðasta alþingis tímabili. Já, ég var nú uppsarnarvessi minn. Er það góðulegt við það? Nei, þetta segir mér að þú farið aldrei aftur á sjó. Skipstjórinn. Ég stefni ekki á það. En ég þess að breytinga nógu rótt. Ég hættur á sjó, sko. En þetta eru þínir atvinnurekendur. Nei. Fyrirverandi. Og Akkur ætti ég að ganga erinda þeirra? Vegna þess að þeir hafa fætti og klætti. Ertu ekki svolítið vafasamri stöðu? Nei. Akkurju? Hvað gerir mig af handbendi einhverja útgerðarmanna þó ég hef verið sjómaður? Hvað með alla aðra sem vinna nú að þingi? Það er ekki að tala um það að þeir gangi erinda sinna fyrir vinnuveind. Hvers konar rugl? Nei, við sjáum alveg hverju ganga fyrir. Hver borgarlunni? Það er bara 365. Já, þannig að þú gengur erinda þeirra. Nei, jú, víst gengur erinda þeirra. Þeir brauðfæða þig. Gott og vel, en ég er að taka viðtalandi með þig. Nei, þetta er alltaf bara rugl, sko. Ég skulle líða fyrir það að vera sjómaður og En Björn, er þetta nógu róttæk breyting? Það má deila um það, hvort sem nógu róttæk breyting, en stundu verðum að líka horfast í augu við lífið eins og þeir hverju sinni. Og núna erum við hér í dag. Stöndum eftir að vera með kerfi sem var sett á 1984. Það er langt síðan, það er 25 ára ekki, svo leys. Já, 25 ára sumar. Og ég vildi ekki hafa þessa stöðu í dag eins og hann er. Það er alveg ljóst að ég myndi geta spólað tilbaka, myndi ég gera þetta allt öðruvísi. En hér erum við í dag og frá þessum punkti verðum við að spilna okkur. Þið finnst þetta semst vera fyrst, þú segir það bara hreint út, Björn, þetta er bara skrefið rétta átt. Þetta er ekki það sem þú vildi gera nákvæmlega. Sko, ég gerir mig fulla grein fyrir því að við vendum þess ekki við bara 1, 2 og 3, sko. Það gerist ekki, því þeir sem að tala þannig, að þeir annarkot veit ekki betur, að tala ekki eigin vitund og betri vitund. Þannig verður þetta ekki gert, en við erum að taka fyrstu skrefin, og það er, mér finnst þetta dálítið góð skref og ákveðin skref inn í nýtt og sanngjarnara kerfi þar sem við ætlum að nýta auðlindi sjávar með miklu sanngjarnara hætti. En það verður satt aldrei sátt við þetta, við vitum alveg sko að Sjálfstæðisflokkurinn mun leggjast algjörlega hart gegn þessu. Já, hann til dæmis, það er ekki nema tæp 2 ár síðan að Sjálfstæðisflokkurinn er alþingi fyrir kosningaðan 2009, tók alþingi í gíslingu, hélt upp málþófi alveg nánast fram á kjördag voru 2009 til að koma í veg fyrir það að það er sett stjórnarskrá ákvæði inn í stjórnarskrá Íslands þjóðar eigna auðlindu sjávar. Þeir gerðu það. Þetta er bara skráði í alþingistíð, þetta horfa á þetta í sjónvarpinu og netinu og hvað sem er. Þetta gerðu þeir og þannig lýstu þeir vilja sínum í málinu. Þess vegna er mjög mikilvægt að stíga þetta skref núna því að við gerum þetta ekki, þá verður þetta ekki gert, sko. Björn Valur Gíslason frá Vinstri grænum, við ætlum að þakka kærlega fyrir komuna, þetta var mjög skemmtilegt. Takk fyrir. Takk sömuleiðis.